Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Sportþátturinn mánudagskvöld með gesti Einarsinni frá Hæli. Mikið rétt, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Það kannast kannski ekkit við þetta lag sem hérna í bakgrunni, en þetta Leicester City lagið, en nú við konum með á línuna Leicester aðdáðanda. Og það Viðar Halldórsson, komdu blessa á sællhöfðingi. Sæll og blessaður. Herðu, nú bara Leicester á toppnum í ensku úrvalsdeildinni. Já, kemur það eitthvað óvart eða? Nei, það allan að búið að koma margur sparkspekingum óvart. Já, þetta hefur komið óvart og náttúrulega gengið fram á honum. Já, svo var. En, ég verð nú að byrja að spyrja þig því að það tók á, ég búin að leita Leicester aðdáðanda í heilli viku og þú fannst, eru til ykkur fleiri Leicester aðdáðandur en þú, veistu ykkur að? Já, það eru nokkrir sko. Þeir eru ekkert margir kannski svona, það eftir ykkur samanburðin þeir eru ekki margir miðað við kannski Halifax eða Fleetwood sko. En þeir eru mjög fáir miðað við þessi stóru lið og nei, það eru nokkrir sem ég veit sem halda með Leicester. Já. Ég verð nú að spyrja þig hvernig kemur það til að þú haldir með Leicester, því að það nú ekkert algengt að menn velji sér það lið. Nei, það var nú ekki mitt uppálega lið sko, en ég fór út í nám til Leicester á Englandi og sá þá marga leiki og svona og þá koma alltaf eitthvað svona taugar og svo svona þegar líður á þá svona það eitthvað sem skiptir máli og ég hrifinn af svona liðum sem kannski eru kannski ekki stóru liðin vegna þess að litlu liðin þurfa kannski að hafa svolítið meira fyrir hlutunum og það er svona svolítið fegur í því að halda með minni liðunum sem voru komast og þannig að svona Leicester svona tóku yfir og þetta var 15-16 ár síðan sem ég var erlendis í námi og það var líka mjög skemmtilegu tími. Það var Martin O'Neill, voru þjálfari Íra, var að þjálfa sig og liðið var að standa sig frábærlega. Þeir eru úti alltaf í svona kringum topp 10, var alveg að berjast Evrópusæti, alveg langt frá til móti og hafði mjög litla peninga og Martin O'Neill gerði að besta úr þessu og keypti svona gamla stjörnur og Tony Cottee og eitthvað svona menn og svona gamla jaxla sem bjóð til lið úr mjög litlu og lið sem spilaði svolítið með hjartanu og allt þetta sem stóð sér bara frábærlega og frá 95 til 2000 var bara liðið að bara standa sér frábærlega í ensku úrvalsdeildinni þrátt fyrir mjög litlar bjargir og lítið fjármagn þannig að það var svona heillandi og þannig að Leicester eru svona ánægulegt að sjá þá svona í efstu deild náttúrulega og hvað þá að vera svona koma óvart, það er mjög gaman. Og já, náttúrulega það hefur Íslendingur spilað með þessu liðan, Arnar Gunnlaugsson, þú væntanlega haldir svolítið upp á hann eða ekki þegar hann var í Leicester? Jú, en það var svona, kom þegar ég var að fara svolítið og Íslendingunum gengi vel og en þetta var svona kannski svona heillaði svona, þetta var svona svolítið litla liðið og allt það í þessari deild og fór áfram á svona öðrum elementum heldur en þessi stóru sem geta svolítið svona keypt sér einhverja stjörnur á móti blæs en fyrir þessi minni lið þá svona það ekki boði, það ekkert auðvelt að fá öfluga leikmenn eða staðdýra leikmenn eða skiptum stjóra og allt það, þeir verða svolítið að vinna sem þeir eru með svolítið og þannig að það er bara svona það er svolítið það sem mér finnst svona heillandi við liðið og það er þessi element Og já, ekki liðið ennþá þeir spila nú svolítið út á þetta nú ekkert einhverja stórstjörnur í þessu liði? Nei, nákvæmlega og kannski Jamie Vardy kannski dæmið það var utan deilda fyrir nokkrum árum kemur hann inn og slæri í gegn og allt þetta og það spila svona fótbolta sem kannski svona eins og hann var kannski á Englandi spila svona mikil vinnusemi og fórnfísi og Jamie Vardy við sjáum hann spila, hann hleypur allt og rosalega vinnusamur og gefur sér allt í þetta og setur svona tóni fyrir liðið svolítið og mér finnst eiginlega svona Leicester í ensku deildinni, þetta er svona íslenska fótboltalandsliðið er svona Leicester úrvalsdeildarinnar sko og svona kannski minna liði sem spilar mikil fórnfísi Jón Daði og Kolbeinn hlaupandi allt og allt þetta og Gylfi að fara aftur og fórna sér í að verjast og allt þetta
Það kannski svona aðall lestarliðsins líka, það svona mikil vinnusemi, mikil fórnvísi og svona sem að skilar svona miklum árangur, svona ágætis blanda af árangri og svona við höldum í Íslandi á stórmótum að keppa móti risunum og mér líður eins með Leicester í ensku úrvalsdeildinni. Það svona kannski litla liði sem fer þetta á ákveðnu hjarta og svona bara vinnusemi og karakter sem mér finnst alveg heillandi við liðið. Þannig að ég sé svona ákveðin svona líkindi með þessu tveimur liðin ef svo má koma. Já, og liðið það kannski reynir mest á liðið núna að þegar þeir eru konur á toppinn og það næsta umferð þá bara mæta þeir náttúrulega stórliðinu Manchester United. Það er svona ég held að aðdándur Leicester hafa ekkert stórkostlega vonur að liðið verði haldið sér í hæstu hæðum heimasíðu félagsins svona könnun hvað liðið mun enda á tímabilinu og það eru svona fæstir sem telja því að það liðið mun enda í top 6 í deildinni, það eru 18% sem telja það flestir halda endur miðja deild og það er ykkur 23% eða 24% eitthvað sem halda að verði í fallbaráttu. Já. Og það lýsir í toppbaráttunni. Þannig að ég held að væntingarnar séu ekkert stórkostlega miklar vegna þess að mótið er mjög langt og þessi minni lið sem eru með lítinn hóp, þau svona hafa lítið út að bregða En svo þessi United leikur, ég held að sé líka pínu hættulegur út af því út af þessum pælingum með Jamie Vardy og markametið Já, hvernig er það? Er hann langt frá því núna? Nei, hann þarf að skora í næsta leik til að taka markametið á Van Nistelrooy, ef maður og það er mikið búið að gera úr þessu og búin að hæpa þetta og allt það og ég held að það sé svona mjög hættulegt og ég sé að leikmennir eru farin að tala að muni gera allt til að hjálpa Vardy að skora en ég vorst að fara að spila við Manchester United og þetta er svona þannig ég held að sé svona svolítið svona stórleikur hefur kannski ekki vanir að vera með aðalleik vikunar í ensku deildinni og þetta er kannski það tækifæri sem hafið það hendur sviðið er stórt og pressa á Vardy að skora og allt þetta þannig ég er svona hóflega bjartsýnn á það ævintýri alltaf En hvernig er svona stemningin að vera á heimavelli Leicester og svoleiðis? Er þetta svona skemmtilegi stuðningsmenn eða er þetta Já, hún er mjög góð það kannski kemur óvart að Leicester er talið með talið með frekar sterkan stuðningsmannahóp í þessari ensku deild og í ákveðnum listum þá er svona talið bara vera í svona top 5-6 bara stuðningsmennir, mikið af stuðningsmennum fara útileiki og góð stemning á heimavellinum og allt það þannig að svona almennt séð eru stuðningsmennir taldir frekar sterkir í ensku deildinni og kannski svona og kemur óvart að því við höfum kannski ekki mikla reynsla hér á Íslandi og kannski þekkjum þetta ekki mikið en svona ég þykir hafa mjög trygga og svona bara nokkuð stóran og breiðan stuðningsmannahóp það er bara hann heyrur öflugir og þetta er þetta svona þetta er náttúrulega það ekki bara svona fólk er náttúrulega að þrífa svolítið svona á boltanum að bara það eru ekki svona alveg all in eins og maðurinn segir það er ekkert verið að stefna náttúrulega Englandsmeistarum með neitt svona eins og þú ert búin að koma inn á heldur þetta meira svona upp á gaman að eiga bara fótboltalið þarna? Já, auðvitað vilja menn á langt og á sínum tíma 99-2000 þá var við tvisvar í úrslit í ensku deildarbikarkeppninni og vann árið 2000 Við fórum í Evrópukeppni 98-99 þetta var svona svolítið góður tími þá og svona þá náði liðið svona alveg frábærum árangri til stjórnmarkið nú nýtt og það er kannski svona aftur svona upplifun á þeim tíma sem að margir eru náttúrulega kannski að gæla við að við getum kannski komist í Evrópukeppni og eða unni eitthvað svona þessi minni bikurum en ég held að það sé enginn að fara fram úr sér að Leicester verði ensku meistari en við njótum meðan má ekki segja það. Já, nákvæmlega. Viðar, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma svona rétt í lokin þetta Leicester City svona þjóðsöngur, er þetta eitthvað lag sem að menn er að syngja þegar þeir eru að fara inn á völlin eða eftirleiki eða? Já, þetta er kannski, þetta er alltaf sungið á heima, þetta er alltaf spilað á heima og útileikjum og menn bara syngja með og hefur kannski ekki alveg sama status í huga fótbolta aðdáðandi eins og you never walk alone en eitthvað sem að Leicester með þekkja vel og er spilað jafnt heima sem úti Og ætlað þú að skella einhvern tímann aftur á leiki? Já, ég gerir það og ég er svona maður hefur eins og þessi fótbolti maður hefur svona taugar til ykkur og svona liða og það fylgir og það er svona líka gaman með þessi lið að
það svona bara fyrir Leicester eins og í fyrra Great Escape að bjarga sér frá falli í loka umferðunum eða vinna einhverju 10 af síðustu 12 leikjunum. Það bara eins og að verða Englandsmeistarar. Þannig að tækifæri til að fagna og gleðjast eru mörg þegar maður heldur með svona liði og það er ekki bara að verða meistari heldur að bjarga sér frá falli getur verið stórkostlega skemmtilegt. Þannig að það er svona partur af þessu líka. Þannig að jú, það er bara bara ánægilegt að halda með þeim og ég held einhvern veginn að meiri hluti íslenska knattspyrnu aðdáenda halda með Leicester næstu helgi. Ég býst nú við því. Já. Og svona rétt í lokin að þú sleppir þú ert eða ekki káringur eða hvernig þetta? Já, upplægi, jú, upplægi. Og hvað ert í dag? Eins og ég sagði það er kannski löng saga, ég ekki fara upp í það. Þannig að ég er svona orðin hrifnar af þessum liðum sem eru svolítið svona þurfa að hafa fyrir hlutunum og við tökum íslenska fótbolta, það er nú kannski KR og FH sem eru búin að lýsa því út af þessu svona atvinnumannaklúbbar og þurfa kannski að hafa minna fyrir ákveðnum hlutum en aðrir og það er kannski þá vantar oft í þessi lið og stundum eins og kannski við sjáum núna bara hjá Chelsea og fleiri liðum að það vantar eitthvað meira, það er ekki alltaf nú að vera með góða leikmenn og það er það sem ég finnst fallegt við Leicester núna, að það er eitthvað hjarta og barátta og það verið rætt það í fjölmiðlum að Drinkwater sagði þetta er engin eldfluga vísindi á hverjum árangur bara basic hlutir og Ranieri stjórinn sagði að það er bara sterk liðsheild, það er allir að spila fyrir hverja aðra og allt það. Þannig ég er svona held oft núna seinni tíð þegar maður eldist þá minnka taugarnar kannski aðeins til þessara klúbba en þá held ég svolítið með lítilmagnanum og Leicester eru svona dæmi það þegar hlutirnir þeirra sterk liðsheild, öflugur karakter og allt það og þá geta litlu liðin unnið stóru ríkar liðin og komið óvart og það finnst mér skemmtilegt og fallegt við íþrótting. Nákvæmlega. Viðar Halldórsson, Leicester aðdáandi, þakka kærlega fyrir og já, það er að gera bara enn og aftur til hamingju með liðið, þeir eru á tótnum. Já, takk fyrir það. Bestu þakkir, blessaður. Já, sportþátturinn verður ekki lengri að sinni, við minnum ykkur á leikina sem framundan eru, það eru fullt af leikjum hér og þar og endilega kynnið ykkur málun KSI.is, HSI.is og KKI.is eða að leita eftir næstu leikjum. En ég heiti Gestur frá Hæli, þakka ykkur fyrir hlustunni í kvöld, við náttúrulega endum þetta á Leicester-læginu og við heyrumst eftir viku og ef þið mistuð ykkur úr þætti kvöldsins þá er það að gera bara kíkin á sportþátturinn mánudagskvöld á Facebook og svo er það YouTube sportþátturinn. When you're smiling the whole world smiles with you. When you're laughing when you're laughing the sun comes shining through. When you're crying you bring out the rain, so stop your sighing, be happy again when you're smiling.